Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og ætlum aðeins að kynna okkur starfsemina á Hólavatni. Og þær eru komnar hérna til mín, Herdís Helgadóttir í stjórn Hólavatns og Eydís Ösp Eyþórsdóttir. Viltu segja sjálf fyrir hvernig þú ert svæðisfulltrúi? Ég er svæðisfulltrúi fyrir KFM og KFK Akureyri. Akkurat. Og velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Heyrðu þið ætla aðeins að segja okkur frá sumarbúðunum sem að framundan eru, er það ekki, á Hólavatni? Já, það er bara framundan mjög spennandi sumar á Hólavatni. Já. Og við erum óbúslega þakklátt fyrir í ljósi alls sem á undan er gengið að geta bara sagt það að sumarbúðastarfi verður með bara hefðbundnum hætti í sumar. Já, þetta hefur engin áhrif á í rauninni Já, sumarbúðunum. þetta hefur þau áhrif að það náttúrulega verða aukinn þrif Já. í sumarbúðunum. Já. Það er svona allir snertifletir eru sótthreinsaðir 2 á dag og svona. Já. Lögum miklu meira áhersla á handþvottinn Já. og bara þrifnað alveg akkurat. En starfi getur samt gengið bara sinn vanagang og við getum boðið upp á alla þá flokka sem við ætlum að gera og höfum verið að gera. Og er þetta ekki bara þannig að það er bara flokkur við flokk, það er bara í allt sumar eru einhverjir hópar á Hólavatni, er það ekki þannig? Jú, nánast. Nánast. Við byrjum núna, fyrsti flokkurinn verður Hann er rétt fyrir miðjan júní. Já, og síðasti er hérna í lok júlí. Júlí, já. Þetta er svona Ágúst júní kannski ekki. og júlí sem við erum Já. starfandi. Já. Síðasti flokkurinn, honum líkur mánaðamótin, júlí, ágúst. Og þetta eru strákur og stelpur Já. frá 7 og upp úr. Eða? Já. Þetta er bara grunnskóla aldurinn, við Grunnskóla getum sagt það bara. Já. Og við höfum verið að bjóða upp á sem sagt fyrsti flokkurinn hjá okkur kallast frumföðlaflokkur og það er hérna fyrir 7-9 ára, Já. blandaði flokkur og þá er þetta 3 daga flokkur, gisti 2 nætur. Þetta er svona bara að vera aðlaga. Eins að hafa þetta styttra og viðráðanlegra kannski. Já. Þannig að og það hefur verið þannig að við höfum endað með grillveislu á laugardeginum og fólk að koma og sótt en því miður þá bara Það gengur ekki ár kannski. ekki ár Nei. en þannig að verður grillveisla en Engir foreldrar. engin fóldrar. Það eru kannski eini svona munurinn sem er á starfinu Já. með venjulega. Já. Að það er sem sagt, það verður engin gestagangur í flokka. Nei. Það kemur engin inn á svæðið sem ekki er bara annarkvort barn í flokki eða starfsmaður. Það er kannski breytingin frá því. Já, þannig að það er náttúrulega ekki að bjóða foreldrum Nei. í frumkvæluflokkin. En þetta er frábært, því að einmitt maður svona, vissi ekki alveg hvernig þetta fær allt í sumar en þetta er náttúrulega börn mega alveg vera, það er engin 2 metra regla þar, þau mega bara vera alveg í einni kös þess vegna. Já, og sko, ég held að þörfin á því að hafa eitthvað svona í búið hefur kannski sjaldan verið meiri. Hvernig hefur gengið undanfarin ár? Hefur verið vel sótt á Hólavatn? Það hefur verið bara upp og niður. Já. Það er svona eins og Herdís var að segja þá náttúrulega núna er okkar helsti samkeppnisaðili ekki svona þannig inn í myndinni en það eru utanlandsferðirnar. Já. Þannig að við vonumst til þess náttúrulega að við bara höldum áfram siðriki. Þetta náttúrulega eru mörg börn sem að sko eru kannski ekki að gera neitt öllu jafna yfir veturinn og hlakka mjög mikið til að þetta er svona fasti punktur sem við gerum sumarið. Já. Þannig að við vonumst bara til þess að koma bara enn fleira því þetta er náttúrulega bara paradís. Þannig að þið getur bætt við ykkur frá því sem var í fyrra. Það var ekki allt. Það var ekki full nýtt í fyrra. Nei. Og já, það er allir að tala hérna ferðumst innanlands í sumar og ég vil meina svona hlutlaust mat að staðinir innanlands gerist ekkit betur en Hólavatn. Þetta er náttúrulega fyrir maður að segja hvað er í boði þarna á Hólavatni. Hvers slags náttúruparadís er þetta? Þetta er náttúrulega til að byrja með ofboðslega veður sæll og fallegur staður. Já. Í skjóli fyrir norðanáttinni sem Nær hún við ekki hérna þarna inn? Eyfirðingar vitum að það er mjög jákvætt. Já. Nei, hún nær alveg inn en það er bara af því að það er hóllana Já. og við erum sérst bara hinum með við, sunnum með við hólinn. Þannig að það, eins og sagt er það alltaf sól og hóló. Já. Rjóma blíða. Já. Og svo náttúrulega vatn þarna sem að kannski er vinsælt að Já. bara segja það. Mjög vinsælt að fara á báta og ef veðrið er nógu gott þá er stundum svona að vera að busla í því og svona. Á fara svo sigla svona aðeins að mörkunum, aðeins bátamörkunum. Já. En svo eru allskins gönguferðir og ævintýri Já. og sögur og stuð, hef ég heyrt. Já, það eru íþróttakeppnir og það er fótboltavöllur þarna og margir skemmtilegi staðir í svona þægilegri göngufjarlægð þannig og alls konar leiktæki og svo er líka bara rosalega mikið lagt upp úr skemmtilegri dagskrá að fara í sumarbúðir eru þetta bara ævintýri og þetta á að vera bara vika sem er full af
góðum minningum og einhverju sem þú kannski ert ekkert að gera dagstaglega heima hjá þér. Og það eru kvöldvökur og ratleikir og leikrit og alls konar skemmtilegt. Og ekki líka verið að innrætta eitthvað góða siði? Ekki eitthvað, hvað, eru bænastundir eða eitthvað helgihald eða hvað Já, við náttúrulega erum kristnar sumarbúðir. Já. Þannig að við leggjum mikið upp úr því að segja krökkunum frá Guð og frá Jesú og leggjum mikið upp úr þessum biblíusögum, þessum einföldu. Og en hann fyrst og fremst bara þetta þessi manngæska og bara að bera virðingu fyrir hvort öðru. Búið til góða hópa og láta alla vinna vel saman. Já, og þessi gildi einmitt, það bara vinátta og við erum það allir að vera vinir, það allir að vera velkomnir með og svona og líka eitt sem við leggjum áherslu á í sumarbúðunum að það geta allir eitthvað, það allir góðir í einhverju og eftir flokki Hólavatni þá fá allir viðurkenningaskjal þar sem allir starfsmenn í flokknum skrifa undir og það bara þakkað fyrir samveruna og svo fá allir eitthvað persónlegt til sín. Það var gaman hvað þú varst duglegur í þessu eða frábært að sjá hvað þú bættir því í þessu, þú ert frábær í þessu. Það einhver hrós, einhver gott veganesti. Já, það fá allir eitthvað svona aðeins fyrir sjálfstraustið. Líka það margir að taka marga sigra. Já. Bara með því að fara og vera. Og þannig að það rosa gaman að hafa þetta plagg með sér heim og geta sýnt. Sjáðu. Algjörlega. Og það byrjað að taka á móti skráningum, ekki satt? Jú. Bara fullum gangi. Og það heimasíða? Já, inn á sumarfjör.is. Sumarfjör.is. Svona eitt í viðbót sem svolítið skemmtilegt að nefna. Í ljósi líka alls sem undan gengið að Hólavatni eru engir símar og Hólavatni ekkert sjónvarp og Hólavatni engar tölvur. Þetta bara samvera, leikir og gleði. Já, og maður saknar þess ekki. Maður hefur ekki tíma til þess að sakna símans, sko. Nei, hafa engir sett sig á móti því, okkur má ekki hafa síman, það hefur ekki verið vesen. Það hefur kannski skrítið fyrir marga til að byrja með. Já. En svona líka bara, þegar maður sér krakkana líka bara og starfsfólki bara, maður kynnist sjálfur sér bara på nýtt. Já, gott að taka pásur á þessu. Já. En takk hella fyrir að koma og segja okkur frá sumarbúðunum og Hólavatni, Herdís og Eydís.